Fundur settur í bæjarstjórn Akureyrar 7. desember 2016. Þetta fundur númer 3403 og 19. fundur ársins. Fyrir okkur liggur dagskrá í 10 liðum, en í upphafi fundar vil ég fá að minnast fyrrverandi bæjarfulltrúa. Guðmundur Stefánsson, fyrrverandi bæjarfulltrúi, lést 18. nóvember síðastliðinn, 64 ára aldri. Guðmundur var fæddur í Reykjavík 10. apríl 1952. Hann lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamrahlíð 1972. Eftir stúdentspróf kenndi Guðmundur meðal annars á Hnúpi í Dýrafirði, en hélt síðan til Noregs árið 1975. Þar sem hann lauk prófi í búnaðarhagfræði frá Landbúnaðarháskólanum í Ási 1979. Að námi loknu hóf hann störf hjá Bændasamtökunum í Reykjavík. Guðmundur flutti til Akureyrar árið 1986, þar sem hann var framkvæmdastjóri Ístex HF og síðan fóðurverksmiðjunnar Laxár. Guðmundur var bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins á árunum 1994 til 1997. Hann var fulltrúi í bæjarráði og formaður atvinnumálanefndar. Eftirfarandi eiginkona Guðmundar Hafdís Jónsdóttir. Bæjarstjórn vottar aðstandendur Guðmundar Stefánssonar samúð sína leið og hann við þökkuð fórnfýst störf í þágu bæjarfélagsins. Ég vil biðja bæjarfulltrúa að rísa úr sæti og heiðra minningu Guðmundar Stefánssonar. Takk fyrir, sittist. Þá það fyrsti dagskrárliður. Bæjarstjórn Akureyrar, breytingar í nefndum 2014-2018. Lögðu fram tillaga S-lista breytingar og skipan aðalfulltrúa í velferðarráð og skólanefnd. Erla Björk Guðmundsdóttir tekur sæti aðalfulltrúa í velferðarráði í stað Sigríðar Huldar Jónsdóttir og verður frá formaður nefndarinnar. Orðið laust. Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi, biður orðið. Bæjarfulltrúar, forseti. Mér langar að koma upp og gera grein fyrir atkvæði mínu við þetta og hvort þetta sé sem einhver atkvæðagreiðsla. Nú, í sumar kom fljótlega í ljós að það eru stjórnskipunarbreytingar og við myndum fækka nefndum, sameina nefndir. Nú, það eins í okkur og í öðrum flokkum að það kom fljótlega upp að það myndi fækka fólk hjá okkur í nefndum og kom þá í ljós að við ætlum að haga því þannig að Áshildur, sem varamaður minn í skólanefnd, hún myndi taka sæti sem aðalmaður og viltu koma upp aftur eftir þá? Ég ger ekki átsvönd við það. Takk fyrir ekki breyf aftur. Varðandi þennan lið. Þessi geta samþykkt það vinsælt gefi merki. Það allir sammála því. Samþykkt samhljóða. Þá það Dagbjört Elín Pálsdóttir tekur sæti aðalfulltrúa í skólanefnd í stað Loga Más Einarssonar og verður jafnframt formaður nefndarinnar. Orðið laust. Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi, biður orðið. Nú, það sem við átala. Nei, og ég talaði óformlega við forseta bæjarstjórnar og síðar við formann bæjarráðs að við ætlum að gera þessar breytingar og hvort það væri ekki rétt að við myndum bara gera þær þegar við gerðum breytingar á nefndum og kláruðum innleiðingu ný stjórnskipan áramót. Og við sammælumst það og mér fannst það líka sjálfum rétt leið. Og þess að hún var varamaður minn, þá gat hún tekið sæti bara með að ég myndi setja inn og hún hefði setið þar inni núna á haustmánuðum. Mér brá frekar í brún þegar ég heyrði svo að í gær að Dagbjört tæki sæti sem Dagbjört Pálsdóttir tæki sæti sem formaður skólanefndar. Það hafði ekkert með persónuna Dagbjört að gera. En þá riðlast kynjakvótinn.
Þannig að þessi breyting sem við ætlum að gera í Bjartri framtíð, hún gengur ekki upp. Mér fannst svona mér fannst þetta vond stjórnsýsla, mér fannst illa komið fram við okkur, það var ekki talað við okkur, við vorum ekki spurð hvort við getum leyst þetta með öðrum hætti. Þarna stökk, bara Samfylkingin fram fyrir skjöldu, við setjum myndaflust. Þá gátu við raun og veru ekki gert þetta. Mér finnst þetta bara, ég er fyrir vonbrigðum með þessi vinnubrögð. Ég veit að fólk getur gert mistök og það getur, ekki alveg hafa munað eftir þessu samtali. Og ég tek alveg tillit til þess og þetta segir maður bara sjálfur, maður kennir manni það, maður bara skrifa tölvupóst og vísa í tölvupósta. Þetta sem við ætlum að gera, ef maður gera það núna eða að gera það næst. Maður minnist þess ekki að senda þetta í tölvupósti, en ég klárlega ræddi þetta við bæði formann bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar og fannst þá að hafa ekki hægt að tala við okkur þessa aðgerð. Annað sem mér finnst líka töluvert stórt mál og við ættum bara að hugsa. Ég hef sjálfur setið í skólanefnd í 6 ár, fyrst sem varaformaður og svo sem formaður í 3 ár. Og þetta var gríðarlega mikil vinna. Ég var lengi að koma inn í hlutina, þrátt fyrir að hafa lagt mig vel fram og lesið mikið, funda mikið, tala mikið við fólk. Og ég var alltaf að rekast á nýja veggi og ég var alltaf að koma inn í ný mál, inn í gömul mál. Og fannst ég varla vera komin á skrið eða vera valda starfinu þegar ég hætti. Þetta var það stór málaflokkur. Núna á rétt rúmlega 2 árum erum við að ráða 3. formann í skólanefnd. Þetta er stærsta nefnd bæjarins, mjög erfið verkefni, burtséð frá einstaklingum. Ég efast ekki það að það vil leysa þetta með prýði. Mér finnst það áhyggjuefni að við skulum ekki haldast betur á formenn þessar nefnda og ekki nóg með þetta er ekki formenn sem eru að koma innan úr nefndinni með mikla reynslu úr þessari nefnd. Þeir eru að koma nýir inn í nefndina, setja sig inn í mál aftur, hafa ekki verið í umræðinu. Þetta finnst mér ekki góð stjórnsýsla. Mér finnst það ekki vera vinnubrögð til prýði. Og þá ætla ekki að hallmæla þessu fólki, en mér finnst að formaður skólanefndar hann þurfi allavega og ég veit að það tekur hann ár að koma sér inn í jobbið. Svo einhverju leyti og þá erum við stoknir í burtu. Í önnu verk sem gengur að gerast og allt hannig. En það var þetta og ég mun ekki greiða þessu atkvæði þessari tillögu. Það felst einfaldlega út af því að mér finnst bara að hafa verið komið aftan á okkur og við höfum ekki haft samráð. Ég veit að það verið að fara í mikla nefndaskipan og mér finnst að meirihlutinn og minnihlutinn áttu að setjast niður hvernig ætlum við að manna nefndirnar okkar þegar við erum klár með þær. Við erum ekki klár með þær. Ég veit að það getur verið viðkvæmt mál en við þurfum að taka þessu umræðu. Þarna finnst mér að vera komið á bak við okkur, stokkið inn og við getum ekki sett inn þá fólk sem við vorum búin að tala um áður. Og ég man alveg eftir umræðinu fyrir 2 árum síðan þegar meirihlutinn lagði sig verulega hart fram við að fá 2 karla inn í sinn hluta í skólanefnd. Þeir geta sjálfur þá upplýst bara ástæðan fyrir því. En það er allt í einu ekki lengur nú sitjum við uppi með það að við getum ekki þetta fólkinn sem við vorum eiginlega búin að ná samkomulagi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Friðfinnur Pétursson hefur lokið máli sinni. Ég vil beina bæjarfulltrúa að ávarpa aðra með bæjarfulltrúa titlinum. Orðið er laust. Guðmundur Baldur Guðmundsson, bæjarfulltrúi, biður orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að segja við bæjarfulltrúa Preben að þegar hann var að lýsa þessu hér í bæjarstjórnarstólum áðan þá man ég eftir á einhverjum tímapunkti þá talaði hann þessa breytingar. Við vorum öll að sjá fram á breytingar með stjórnsýslubreytingunum áramót. En það var alls ekki meiningin að koma aftan að neinum. Þetta bara hreinlega var ekkert í hugamanns, við vorum ekkert að spá í þetta þegar við vorum að velta þessu fyrir okkur, varðandi
skipan á Dagbjörtu bæjarfulltrúa inn í sem formann skólanefndar. Þetta vissulega erfitt mál þegar svona gerist og það ekki launung á því að það ekki gott þegar við erum að skipta í þriðja skipti ef við erum að fá þriðja formannin inn í skólanefnd á einu kjörtímabili. Og það kannski bara svolítið það sem að gerast og við þurfum eitthvað að skoða hvernig þetta allt saman að virka hjá okkur. Svona þegar menn að bjóða sig fram þá náttúrulega getur ýmislegt breyst á 4 árum en ég lagði mikla áherslu á það í minni vinnu þegar ég var að taka seinna kjörtímabilið, þegar við bauðum mig fram 2014, að þá var ungt fólk að koma til starfa inn í þetta og ég sagði að það er mjög mikilvægt að þið gerum ykkur grein fyrir þetta 4 ára prósess og ég vil gjarna sjá okkur í 8 ára og hámark 12 en þannig þessi umræða átti sér stað en þetta þessar miklu breytingar sem alltaf hjá flokkunum, þær eru áhyggjuefni. Þannig ég vil það var alls ekki meiningin af neinna hálfu að koma aftan að Bjartri framtíð í þessu máli. Þannig ég svo sem þetta er pínu svona eins og ég segi, þetta kynjahlutfall er skakt þarna og þetta kemur þá sér illa en þetta því miður eitthvað sem að við búum við og við höfum ekki aðra úrkosti í þessu máli heldur en að skipa Dagbjörtu bæjarfulltrúa sem formann þarna og við treystum henni til þess að starfa. Við trúum því að hún valdi þessu með þeirri nefnd sem er afskaplega vel skipuð í skólanefndin, þannig við trúum því. En þetta var samt ekki með vilja gert bæjarfulltrúi Preben. Guðmundur Baldur Guðjónsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu. Orðið er laust. Ég ætla að biðja Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi og varaforseti að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta er oft vandasamt með þessa nefndaskipan og mér þykir mjög miður ef það hefur þetta mál hefur sérstaklega verið rætt mig, ég hef ekki munað eftir því, ég bara því miður man ekki eftir því, ég man eftir lauslegum umræðinu að taka á þessu nefndamálu þegar það fær að líða á og við höfum kannski að taka þetta fastar í tökum og ræða opnar þessa hluti núna fyrir einhverju viku síðan, hvað væri framundan og hvaða nefndir og hvað fækkar, því við áttum náttúrulega umræðu það yrði fækkun. Og þetta er það alltaf leiðilegt þegar við erum að skipta reglulega út fólki, en enga síður þá erum við að fá, erum við með gott fólk í nefndinu og ég treysti fullkomlega bæjarfulltrúa Dagbjörtu að taka þetta mál og þarna er góð samvinna eins og í öllum nefndum. En að þetta hafi verið eitthvað, ég veit ekki hvort þetta var allavega mjög leiðilegt að þetta hefði ekki skilað sér strax inn í umræðuna eins og þetta hefði átt að gera og það verður þá bara að vera svo eins og nú eins og og svo þurfum við bara að ræða þessi mál í framhaldinu með aðra nefndir og hvernig þetta fer. Ég veit svo sem ekki hvernig þessi nefndaskipan endar nákvæmlega á nýju ári, það getur orðið breytingar á öðrum nefndum og þessu er nefnd þess vegna en ég biðst bara einlega afsökunar á því ef það er eitthvað sem ég hef klikkað á þarna vegna þess að ég man ekki því miður eftir þessari umræðu sérstaklega því við vorum að tala mjög mikið Preben Jón Pétursson bæjarfulltrúa inn í þessari nefnd þannig og það er góð einu þannig ég þakka fyrir. Bæjarfulltrúi Matthías Þorvaldsson hefur lokið máli sínu, tekur nú í stjórn fundarins. Gunnar Gíslason bæjarfulltrúi biður orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil taka það fram líka í upphafi máls míns að ég er ekki að tala Dagbjörtu sem Dagbjörtu, heldur kannski bara formgerðina á þessu öllu saman. Ég hefði nú lagt til í ljósi þess sem að hér hefur komið fram að menn gæfi sér kannski tíma til þess að skoða aðeins málið með tillit til þess að ná einhverju sátt. Það náttúrulega liggur alveg fyrir að það á eftir að taka alla nefndir til endurskoðunar eða skipan í þær og það geta komið upp ýmis mál í því efni eins og gerðist hér upphafi þessu kjörtímabils
Það skiptir þá máli að menn geti þá talað saman og náðu sátt. Þannig ég hef nú kannski lagt til að þessari afgreiðslu yrði frestað fram til næsta fundar. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér fannst bara svona í ljósi þessa umræðan nafn mitt hefur komið dálítið hér upp að koma hér upp. Ákvörðunin, allan eins og ég hef komið að henni, enda kom ég inn í bæjarstjórn fyrir rétt rúmum mánuði síðan, að allan Samfylkingin hefur verið með skólanefndina og jú, ég hefði átt að vera, eða á að vera, þriðji formaður. Fyrsti flytur úr bænum og gagnrýnin kom þá yfir við værum ekki með bæjarfulltrúa sem formann skólanefndar. Þar kemur Logi inn, svo fyrir Logi á þing og eftir sitjum við samt með að við vildum manna nefndina og svara þeirri áköllun að það væri bæjarfulltrúi í nefndinni, sem þá ég eða bæjarfulltrúi Sigríður. Þannig að ákvörðunin var svo að ég tæki við sem formaður skólanefndar og að sjálfsögðu minn ég reyna. Ég skil vel að þetta erfið nefnd og stór nefnd og mörg mál sem þarf að tækla og maður lengi að koma sér inn í mál svona stóra nefndar. Ég efast ekki það. En ég vona að ég geti leyst það af bara af þeim heilindum og af því sem ég hef að gefa. Fleira var það ekki. Bæjarfulltrúi Dagbjört Pálsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Preben Jón Pétursson, bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúar og forseti. Ég langar bara að taka það skýrt fram, bæjarfulltrúi Dagbjört, að þetta er ekkert með þína persónu að gera. Og við munum, veit ég, í Verðurlandi gera allt sem við getum til þér munum vegna verið í starfi. Og vona það svo sannarlega að það gera því það er bænum til heilla. Ég hafði samt áhyggjur af því að við værum að skipta út formunum í þess svona stórum nefndum og það er ekkert með þína persónu að gera. Ég hef þekkið þig bara einu góð eina og óskar alls þitt besta í þessu, þó ég hef sér ósáttur við ferlið. Takk. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Fyrir liggur tillaga frá bæjarfulltrúa Gunnari Gíslasyni að fresta atkvæðagreiðslu þessa máls. Þess að geta stutt það, vinstri gefi merki. 5. Það eru 5. Einhver á móti. Þá er það göngu til atkvæðagreiðslu að Dagbjört Elín Pálsdóttir tekur sæti aðalfulltrúa í skólanefnd í stað Loga Más Einarssonar og verður jafnvel formað fyrirgefið. Það fór 5 studdu það og 4 á móti. Ég myndi gera atkvæðagreiðslu svona bara aftur. Það er seinni hlutan. Þeir sem geta þeir sem eru á móti fyrir gefið merki það. 5. Þá er það liggur fyrir tillaga að Dagbjört Elín Pálsdóttir tekur sæti aðalfulltrúa í skólanum í stað Loga Más Einarssonar verður jafnvel formaður nefndarinnar. Þeir sem geta stutt það, eins og þess gefið merki. Takk í sæti. Nei, það var felld til að frestuna til að felld. Frest? Það er ekki gett afstöðum. Hæ? Það er ekki gett afstöðum. Jú. Frestuna til að frestuna til Við greiðum atkvæði það og þeir sem geta samþykkt að vinsa þess gefið merki. Að Dagbjört Elín Pálsdóttir taki við formennsku í skólanefnd fyrir staðinn fyrir Loga Má Pétursson. Einarsson fyrirgefðu. 6. Það eru 6, þeir sem eru á móti.
Engin. 5 sitja hjá.